Komiði sæl og blessuð og verið velkomin að skjánum. Það föstudagsþátturinn sem heilsar ykkur og við ætlum að hefja þennan þátt á vorlegum nótum og segja því að vorið vissulega handan við hornið og þá fara margir að huga að því að rækta garðinn sinn og fyrsti viðmælandi minn hefur sannarlega rækta garðinn sinn meir en margur annar og hefur nýlega ásamt konu sinni stofnað litlu garðyrkjustöðina. Jóhann Thoroddsen, vertu hjartanlega velkomin í þáttinn. Takk fyrir. Hvað var til þess að þið hjónin ákváðu að leggja í það að stofna litlu garðyrkjustöðina? Segðu mér frá því. Það var nú bara með fólk eins og okkur sem komið svona svolítið yfir 60. Þá förum við að velta fyrir okkur hvað geti verið skemmtilegt og verðug verkefni að eldast með. Já. Og þar að auki hef ég svolítið að glíma við bakið á mér. Já. Þannig mér vantaði svolítið svona léttari garðyrkjuvinnu. Þannig að við ákváðum að gera þetta og þetta nú svona kannski ekki beinlínis búð en þetta er svona í bakgarðinum þar sem verið að sýsla sitt hvað. Já, og þetta alls konar sem þið eru að gera. Þið eru að rækta túlípana og matjurtir og svo eru þið með handverk, ekki sant? Já, jú, við erum með þetta allt sem þú nefnir og kannski eitthvað meira til, smávegis. En túlípanarnir voru svona það nýjasta og það svona dálítið skemmtilegt verkefni og þá hugsum við þetta þannig að þetta séu svona bara eins og beint frá bíli. Einmitt. Og þetta eiginlega svona pínulítið bíli í bakgarðinum. Já. Og mér finnst þetta stórmerkilegt því að ég vissi ekki að væri hægt með góðu móti að rækta túlípana nema bara í alveg sér útibúnum stöðum á Íslandi. Já, þetta við erum með lítið gróðurhús þarna á bakvið og þetta þarf nú ekkert mjög mikið pláss og við ræktum þá í vatni eða næringarlaust. Já. Þannig að það engin mold eða neitt slíkt, þannig að þetta svona allt létt á höndum. Já. Og þægilegt. Skemmtilegt og hægt að fá það bara hjá ykkur svona eftir því sem uppskeran leyfir. Já, þetta svona meira hugsað sem svona vetrarblóm og þess áttar. Þetta svona kannski frá því seint á haustin og fram á vor, eitthvað slíkt og svo stíla menn sig inn á náttúrulega ýmsar svona góða daga sem eru fyrir jól og kvennadaginn og konudaginn og páska og svona. Einmitt. Og þetta var svona svolítil æfing í vetur og það verður bara mjög góðar undirtektir. Já, frábært. Og þið eru svona, eins og þú segir, að búa ykkur í haginn þegar þið sittist í helgan stein þá ætlið þið ekkert að gera það? Þetta bara að halda áfram á... Já. Þetta verður okkar náttúrulega bara helgi steinn eða helgi reitur þarna bakvið sem við ætlum að bara njóta okkar og fá gesti og gangandi í heimsókn og þetta nú svo sem verður ekki opið frá 9 til 6 en kannski svona 2 í viku og við erum með Facebook síðu þar sem þið auglýsið það. Allt kemur fram. Já. Og þá getur fólk náttúrulega fylgst með svona því sem að gerast hjá ykkur. Já. Það þá bara litla garðyrkjustöðin sem fólk leitar að og fær þá þar upplýsingar. Já. Og setjið þið þar inn líka svona sem handverkið? Já, við verðum með það. Hvernig handverk eru þið að fást við? Sigrún kona mín, hún að sauma út bródera og býr til litla poka og saumar út í þetta listilega vel gert og ég að smíða litlar grindur undir sápur og ég að smíða stólkolla og þetta allt úr endurunnu timbri. Já. Því við lítum mjög upp til orðsins sjálfbærni og höfum það að leiðarljós í okkar lífi, höfum gert það undanfarið. Einmitt. Og matjurtirnar falla náttúrulega líka vel að því markmiði. Já. Það alveg hreint og mjög gott að rækta matjurtir og minnka útblástur og vera umhverfisvænni. Einmitt. Og margir náttúrulega kannski sem vita að þú ert náttúrulega upphafsmaður matjurtagarða Akureyrar. Jú, sjálfsagt vita það einhverjir og svona. Maður í hálfgerðu trúboði með þetta. Já. Svo bara svona fært út kvíarnar og þetta orðið stærri í sniðum með árinu. Já. Og svo kom kreppa og þá fer allt á snúning hjá okkur manni í vinnunni sem ég sé þessa matjurtagarða hjá Akureyrarbæ. Já. Og þá kemur fólk sem kannski hefur ekki allt of mikið milli handanna eða er ekki með vinnu eða eitthvað slíkt en svo auðvitað allir hinir líka sem hafa vinnu og langar til þess að rækta
og gera gott. Já, finnið þið þess að marktækan mun eftir því svona hvernig viðrar í þjóðfélaginu eftir, ef maður má orða það þannig? Já, það alveg hreint sko, maður finnur þetta þegar eitthvað herðir að í samfélaginu, hvort það bankakreppan eða plágan sem við erum að glíma við núna og kannski fer að sjá fyrir endan á þá eykst alltaf, fólk hefur þá meiri tíma og langar að gera eitthvað svona gott. Og það eru margir svona í samfélaginu hópar svona aðalega 2 hópar sem að koma til mín. Það eru ungt fólk með fjölskyldur og fólk eftirlaunaþegar sem að byrja á því og að máta sig í ýmsu hlutverk svona, vita hvort þetta passi þeim. Já, og svo aðeins borið á því að fólk hefur komið til mín sem hætt að vinna og langar bara að gera eitthvað og kemur aðeins að hjálpa til kannski 1-2 tíma á dag sem eru svona, þú veist, að margir eftirlaunaþegar fara í Rauða krossinu og eru að vinna þar en þessir hafa sagt við mig að það hendi þeim ekki að vera í þeim störfum. Vilja vera úti. Þannig að það langar til þess að, já, þetta reyndar inn í gróðrúsi sem þeir eru að vinna við smáplöntur og dunda við það svona. Vilja vera nær náttúrunni. Já, og spjalla þá saman og meðan þau eru að vinna og þetta svona léttari vinna. Já. Þannig. Einmitt, og kannski örugglega ágætt að þó að sé örugglega gaman í golfinu og svona þá fær maður meira fyrir sinn snúð í garðyrkjunni. Já, þetta náttúrulega svona allt öðru vísi og allt þetta hreyfing og allt snýst þetta áhugamál og hvað hver og einn finnur sig í. Já, einmitt. Þannig að þetta þarf að vera allt sem að menn ráða við líkamlega og henta þeim vel. Að sjálfsögðu. En þú og þið hjónin sláið sannarlega ekki slöku við, þannig að það bara meiri garðyrkja eftir að þú kemur heim úr vinnunni. Já, ég nú búin að minnka aðeins við mig vinnu, þannig að þá gríp ég yfir litlu garðyrkjustöðina heima, en það svona allt sem að ræður við og allt miklu léttara og þægilegra, þannig að það er svolítið öðru vísi. Já, og væntanlega bara svona dálítið ræðst í hvernig stuði maður hverju sinni. Já, eiginlega. Handverk eða garðyrkjan. Já, veður eins og í gær voru, þá svona slakar maður bara kannski frekar á og kemur svo frekar út þegar sólin skín. Já, einmitt. Og tekur til starfa á. Einmitt. En það alltaf fullu í litlu garðyrkjustöðinni núna, það verið að potta á sá og túlípanarnir að hverfa út. Já, og matjurtirnar fara að koma inn í stað. Matjurtirnar fara að taka við og fræ og handavinnu hlutir. Að sjálfsögðu vorið framundan og ég veit ekki hvað og hvað. Þetta gríðarlega spennandi hjá ykkur og ég hvet auðvitað alla til þess að fylgjast með ykkur á samfélagsmiðlum, litla garðyrkjustöðin og svo auðvitað bara að líta til ykkar við tækifæri þegar þið eru með opið. Já, takk fyrir það. Og bara takk fyrir að koma í þáttinn og segja okkur frá þessu. Takk fyrir.